Sveitarstjórnir Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps hafa ákveðið að taka upp viðræður sameiningu sveitarfélagana. Skipuð hefur verið samstarfsnefnd sem á að kanna ávinning af sameiningunni með það fyrir augum að bæta þjónustuna, efla stjórnsýsluna og að kalla fram aukinn slagkraft. Við ræddum við sveitarstjóra þessara tveggja sveitarfélaga. Við eigum nú þegar í miklu samstarfi við Skútustaðahrepp skipulags- og byggingamál og brunavarnir. Og við erum með sameiginlegt skjalakerfi, þannig að við erum alltaf að finna fleti þar sem að við getum svona unnið saman og elt okkur þannig, og við erum í rauninni að horfa á það að þarna gætu hugsanlega legið enn frekari tækifæri í því að sameinast og verða þá öflugara sveitarfélag. Þetta eru náttúrulega tvö sveitarfélag mjög landmikil, 6.000 ferkílómetra hvort, þannig að þetta verður stærsta sveitarfélag landsins að flatarmáli, þannig að samlega áhrifin eru mjög mikil þegar kemur til dæmis að skipulagsmálum. Svipuð menningarsvæði, sameiginleg saga að mörgu leyti. Við erum nú þegar í samstarfi í ýmsum málaflokkum, við erum sameiginlegt slökkvilið, erum með sameiginlegan skipulagsfulltrúa, byggingarfulltrúa og svo framvegis. Þannig að núna þegar það liggur fyrir að það liggur inn í þingsályktunartillaga inn í Alþingi framtíðarskipan sveitarfélaga á landinu, að árið 2026 verður væntanlega miðað við þessi 1000 manns sem lágmarksfjölda. Þannig að mér finnst þetta rosalega skynsamlegt í þessum tveimur sveitarfélögum að allavega að kanna jarðveginn, fara af stað og vera svolítið undan strömmnum, þannig að það var bara svona mjög jákvæður tónn allavega að fara af stað með þetta hver svo sem niðurstaðan verður. Eru þið ekkert snemma á ferðinni? Nei, við teljum einmitt að við séum bara á undan og ætlum að nýta okkur það. Hvernig verða íbúarnir og hvernig hafa íbúarnir verið virkjaðir í þessu ferli sem er að fara af stað? Já, sko við, eins og ég sagði, þetta svolítið bara á byrjunarreit ennþá, en við erum búin að halda íbúafundi og það markmiðið með því að fá samtal og upp öll sjónarmið, og það í rauninni hlutverk þessa starfshóp sem búið að skipa. Það í rauninni að draga allt fram, hvað liggja tækifærin og hvað eru áskoranir og svo framvegis. Þannig að við ætlum að virka íbúana með því að halda íbúafundi, með því að vera með opinn vef sem heitir þingeyingur.is, þar sem allar upplýsingar verða settar fram og þar verður hægt að spyrja og varpa fram ýmsum sjónarmiðum sem við viljum endilega fá fram. Fólk spyr mikið svona út í, hvers vegna þessi tvö sveitarfélag, af hverju ekki stærri sameining, spyrja sumir. Við vildum allavega, eða sveitarstjórnar báðum megin, vildum allavega kanna þennan möguleika. Fólk svolítið forvitið hvernig þetta gæti litið út og við erum einmitt að hefja þá vinnu. Þannig að fólk allavega tilbúið til að skoða þetta. En það algjörlega markmið undirbúningsnefndarinnar að draga fram kostina og gallana og leggja og vera hlutlaust í sinni afstöðu, þannig að íbúarnir fái svona raunhæfa mynd að einhvern veginn gæti litið út og taka afstöðu til þess í kosningunum. En fjárhagslegur ávinningur, svona að reka þá eitt sameinað sveitarfélag, næst fram sparnaður þar? Já, til framtíðar litið, ég held að það sé engin spurning. Sveitarfélögin standa bæði tvö ágætlega vígi. Það ekki svona ykkur skuldarsúpa eða slíkt sem rekur eftir okkur í sameiningu. Það bara talið svona ákveðin skynsemi að skoða þennan kost. Hins vegar kemur framlag frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga inn í þetta sameiningarferlið. Íbúarnir, skattgreiðendur eru ekki að borga fyrir þá vinnu, það kemur úr jöfnunarsjóði. Við erum fáinn sérfræðingar sem halda utan um vinnuna með okkur. En ef til sameiningar kemur, þá kemur til skuldajöfnunarframlag sem í okkar tilfelli reyndar ekki neitt, en það kemur aðeins í gegnum Þingeyjarsveit. Og svo koma líka talsvert miklir fjármunir þá í að samræma stjórnsýsluna og búa til eina svona stjórnsýslu og eitt svona heildarskipulag fyrir stjórnsýsluna. Við ætlum að gefa okkur núna svona alveg rúmt ár í þessar sameiningaviðræður og úr því eftir það munu verða einhver skýrsla eða svona yfirlit sem við munum skila til sveitarstjórnar.
þannig að íbúar geta tekið þá upplýst ákvörðun sameiningu eða ekki sameiningu. Þannig að við erum að stefna á það í byrjun árs, eða já, það ekki komin dagsetning á það, 2021. En svona forsendan fyrir þessu öllu saman, það að upplýsa íbúana sem best og það eru þeir sem að ráða öllu saman á endanum. Já, það þannig að upplýsa þá, en við erum líka að kalla eftir viðhorfi þeirra. Hvað sjá þeir? Við ætlum að reyna að virkja samfélagið og hvar sjá þeir tækifæri? Því að við erum auðvitað kannski að sjáum ýmislegt í stjórnsýslunni, ég meina sem að skiptir auðvitað máli að því stjórnsýslan hún sér þjónustuna og þessi lögbundnu verkefni, en hvar eru önnur tækifæri sem að hinn almenni íbúi sér og við viljum endilega fá það fram. Þannig að það sóknarhugur í ykkur? Mjög mikill sóknarhugur, já.